ætlum við að setja upp eitthvað lítið verkefni þar sem við ætlum að keyra það hérna á okkar vél og við ætlum síðan að setja upp á gagnagrunn á okkar vél og síðan keyra það yfir á Heroku og sjá það virka eins þar eins og það virkar hjá okkur. Þannig að fyrsta sem við ætlum að gera er hérna bara í alveg tómri direktoríu ætlum við að gera npm init yes og við ætlum að gera npm install save og nú ætlum við bara að reyna að muna hérna hvað við ætlum að nota express fyrir vefþjóninn, við ætlum að nota pg sem tengist við gagnagrunninn, við ætlum að nota express validator fyrir validation ef við náum því, við ætlum að nota express session, við ætlum að nota cookie parser og við ætlum að nota XSS og þetta fínt bili og svo þannig var líka gott að setja þessu upp ESLint eitthvað svona en við erum að hugsa um hraða núna, bara koma ykkur út, við erum ekki að hugsa um að gera það snyrtilegast eða best í heimi, bara svona jarðýtuforritun. Þannig að núna erum við komin hérna með node modules, package lock og package.json. Nú ætlum við að gera git init til þess að gera þetta git repo af því við ætlum að nota git til þess að púsa sig yfir á Heroku og við ætlum að búa til git ignore af því að ef við gleymum því og gerum núna add þá addum við node modules og við vitum öll hvað node modules er afskaplega stór mappa og þannig við ætlum að byrja því að segja bara node modules fær ekki að fara inn modules svona ok, þannig að þá ætlum við síðan að segja hérna, við ætlum að segja að script run á að vera bara node app.js þá þurfum við að búa til hérna app.js og þetta alltaf þýttir að vera bara express serverinn okkar sem á að gera allt og við ætlum að búa til svona lítið app sem á bara vistar eitthvað svona nodes, þannig við ætlum að segja hérna nodes.js og þetta verður const við séum á þeim staða sem er best bara copy-paste svona þess að koma okkur á stað og við ætlum bara að taka dæmin sem við erum búin að gera tökum dæmin hérna úr authentication sem við fórum ekki yfir á þann en byrjum á því að setja það þannig við ætlum að setja upp hérna passport en þá glemdum við mitt að setja upp passport og passport local við ætlum að npm installa save passport passport local þannig að við sækjum það svo getum við bara sótt allt heila klappið hérna og setjum það hérna í app og lokum bara þessu hérna þannig að nú ætlum við að skoða hvað er í gangi hér þannig að við erum með express og við erum að setja cookie parser til þess að geta lesið úr cookieunum og express session sem reyndar þarf ekki lengur cookie parser en ég ætla ekki að taka áhættuna og fjarlægja hana þannig að við ætlum að nota express session sem er eitthvað sem að passport þarf að hafa til þess að geta nota sessionu okkar svo notum við hérna passport sem er bara eins og við erum að nota aðra pakka, við notum passport síðan er þetta strategy sem við þurfum til þess að segja passport hvaða strategy þá nota til þess að auðkenna og við sækjum það hérna úr passport local við gætum ef við værum að nota Twitter þá myndi þetta bara vera einhvern veginn svona og þá eru síðan aðra stillingar á strategy þetta er svona eitt kostur við passport er það að þetta er mjög svipað þetta er eiginlega alltaf nákvæmlega sama API-ið það er bara mismunandi stillingar inni síðan ætlum við að vera með eitthvað hérna sem heitir users og þetta er þá skjal sem við þurfum að sækja hérna líka og það sem þetta gerir almennt er það að veita aðgang að því hvernig við meðhöndlum notendurnar okkar og þá sér í lagi hvernig við finnum það og hér erum við að nota bcrypt af því að bcrypt er svo leið sem við ætlum að nota til þess að vista lykilorðin okkar og bcrypt er hérna með einhverja aðgerðir en við erum með einn notanda hérna sem heitir admin og þetta er bcrypt enkóðað lykilorðið 123 sem við ætlum að nota sem er að sama vera í verkefninu og fyrir compare passwords
þá það í raun það sem að gerist þegar ég reyni að logga mig inn og ég þarf að bera það saman við þetta. Og þetta augljóslega ekki 1, 2, 3, þetta eitthvað flókinn strengur. Þannig að það sem maður þarf að gera að taka strenginn sem kemur inn, sem þá hérna user.password og compare hann við hassið. Þannig að þá það aðgerð hérna sem að Bcrypt API-inn með og þá kann það bara taka þetta hérna, þessi fyrstu línur hérna í hassinu segja til í raun, þetta work-faktorinn, hann 11, þetta hashing eitthvað sem maður notar, þannig að þá veit Bcrypt hvernig það á í raun að hassa þetta password til þess að myndi hassast eins og þetta password og síðan þegar það búið að keyra þetta tekur ykkur tíma, þess að asynchronous aðgerð, þá fáum við tilbaka bara result sem bara boolean, þannig að það true ef þau eru þessu sömu en false annars. Þannig að ef þau eru þessu sömu þá ætlum við að skila notandanum, þannig að þá veitum við þetta notandi sem í lagi, þannig að nota hann, annars skilum við bara false. Þannig að við munum nota þetta compare password síðan í app.js á eftir. Og samanskapið munum við nota hérna find by username sem þá þegar ég búinn að gefa hérna upp lykilorðið 1, 2, 3 en ég gaf líka upp notandanafnið admin og þá þarf að byrja því að athuga bara yfir höfuð til einhvern notandi sem heitir admin. Þannig að þá hérna þetta notar þetta býst við því að fá promise þannig að við búum til promise utan þetta en við þurfum að búa til promise utan þetta því að við erum bara að fara að fletta upp í array sem ekki asynchronous aðgerð en við notum bara þetta þannig að svona búum við bara til promise og við leitum hérna í records fyrir ofan, til eitthvað record sem með username sama og username. Ef svo þá resolve við promiseið með því recordi, annars resolve við með null sem það sem að passport þarf til að segja að það fannst engin notandi. Og svo það sama fyrir find by ID. Þá þess að aðtúa til einhver notandi með ID þetta og þá resolve við eins. Og þá þetta hérna find by ID notað í serializationinu á notandunum eftir að það búið að logga inn en hitt þegar það verið að logga inn. Found, það skilar í raun, það skilar færslunni sem object og object truthy þannig að ef að þetta annars skilar það null. Nei, við viljum resolva það nákvæmlega sem null en það alveg mér finnst bara betra að vera svona explicit á því hvað ég að skila. Við sjáum það núna, þannig að við vissum þetta hérna núna, þá sjáum við hérna function, hérna eitthvað sem við kallum strat, sem fer inn í strategíið okkar, sem í raun, sem tekur við username, password og done, sem eitthvað sem við kallum í þegar við erum búin í raun að gera þetta sem þarf að gera. En það sem þetta gerir það að það kallar, það keyrir eitthvað kóða sem kallar done með null og false ef að notandinn gæti ekki logga sig inn. Þannig að þetta tekur inn username og password, hérna, kallar done með null og false ef notandinn gæti ekki logga sig inn, með null og resultinu sem það notandinn ef að hann gæti logga sig inn. Þannig að þá sjáum við, þá erum við að nota hérna find by username, then ef að notandinn fannst ekki, þá segjum við null og false af því það bara verið að reyna að logga sig inn sem einhver notandi sem ekki til. Annars skilum við hérna promiseið sem compare password promiseið sem skilaði hérna true eða false eftir því hvort að við gátum hérna logga okkur inn eða ekki, hvort lykilorðin pössuðu. Nema við skilum ekki hérna true eða false, við skilum notandanum. Þannig að þá út af því að við returnum promiseið hér, þá fer það bara í promise-keðjuna og þetta then tekur við því resolve. Og þá ef það resolvar, þá segjum við done með null og res og þá það hérna false eða notandinn og síðan erum við með cuts ef eitthvað kemur upp á og þá kallum við bara done með villunni. Þannig að þá það villu meðhöndlunni þannig. Þannig að þetta smá, það eru nokkru hlutir. Þannig að við erum með users sem að vísa hérna í þennan users hlut sem við erum með hér sem exportar þessum föllum. Þannig að það verið að kalla í find by username þannig. Þannig að fyrsta spurningin þessi notandi til? Ef hann til, lykilorðið hans það sama á lykilorðið á notandanum sem við eigum til. Ef svo þá segjum við já og hann mun loggast inn að því að við köllum í done með null og res, nullið hérna í raun villan, en ef ekki þá fer það null og false. Og res hérna verður false ef þau pössuðu ekki saman lykilorðin.
og við segjum sér passport.use, þannig að þetta notar svona svipað API og Express, new strategy strat. Þannig að þá það að nota þetta passport local strategy með þessu falli, og þetta fall sér þá að tengjast nákvæmlega við okkar notendagrunn sem að geyma notendan í einhverju fylki hér. Þannig að við sjáum, ef við myndum vilja geyma notendan í töflu, þá getum við haft þessar aðgerðir til þess að leita að notendanum, bara uppflettingu í Postgres-töflu, eða þetta getur verið vefþjónustukall sem myndi spyrja einhverjum miðlægum vefþjónustugrunni, er þessi notandi til eða ekki. Þannig að þarna við fáum lausn á svona almenna verkefninu að auðkenna og búa til cookie og session og eitthvað svona, og það eina sem við þurfum að gefa er fallið sem segir til hvort að notandi loggast inn eða ekki. Síðan segjum við passport.serialize-user, þá köllum við done þetta er gamalt API, þetta er passport er gamalt projekt, þannig að það notar þetta svona callback, og það tekur við köllum í það með því sem á að serialisera. Þannig að við tökum userinn og við serialiserum ID-ið á notandanum. Þannig að það er það sem er geymt, auðkennið á notandanum. Svo þegar við deserialiserum notandan, þá fáum við inn það sem var serialiserað. Þannig að við erum það búið að geyma notanda í sessioni og við tökum hann upp aftur og við þurfum einhvern veginn að fá þá actual notanda hlutin. Þá fáum við ID-ið og þá notum við users, find by ID og síðan fáum við notandan og við köllum í done með null og usernum sem við fundum og annars köllum við að það kemur einhver villa upp. Þannig að þá er þetta það sem leyfir okkur að persista upplýsingar notandan á milli kalla. Síðan þurfum við að nota app-use passport.initialize sem þýðir þá bara eitthvað, passport keyrir sig upp og gerir eitthvað sem það þarf að gera og býr til middleware sem fer þá í middleware keðjuna á appinu okkar og síðan ætlum við að segja passport að við ætlum að nota session til þess að geyma þetta og þá segir passport.session. Þannig að þá erum við búin að stilla inn auðkenningun okkar. Hún er bara komin þarna og svo þurfum við að bara að kalla í hérna síðan þegar við erum að logga inn. Síðan erum við með fall sem er til sem passport lætur okkur fá á request sem heitir is authenticated og það skila bara true eða false. Ef það er true þá erum við með authenticated notanda og þá er hann settur sem rec.user. Þannig að þá getum við núna sett res locals user, rec user. Þannig að þá getum við notað til að segja halló admin, velkomin í kerfið okkar eða halló eitthvað, user.name eða við getum bætt við því sem við vildum á þennan hlut það getur verið profile eitthvað, það getur verið eitthvað og name, Óli og eitthvað og þá höfum við aðgang á öllum þessum upplýsingum. Þannig að þannig getur þetta verið alveg bara eitthvað, þetta getur verið nýjustu færslurnar þínar, þetta getur verið kommentin sem við erum búin að gera eitthvað. Þannig að þá fáum við það og getum það núna með því að setja í locals user, nota það í view-unum okkar. Hvaðan var það fram? Það kemur frá passport. Þannig að passport Því að þú sagðist alltaf að nota það. Já, með því að nota það í þessu hér, þá er núna passport búið að auka við request-hlutum. Og síðan getum við það búið til svona middleware sem heitir ensure logged in sem segir þá bara eitthvað, við getum sett það á eitthvað rátt hjá okkur og alveg eins og við notum þegar við byrjum að fara yfir þetta áðan, við köllum í next ef við erum logguð inn, annars köllum við ekki í res end, heldur bara res redirect á login rátið sem á að birta þá loginið fyrir okkur. Og þá erum við síðan með app-get eitthvað slash, það athugar er ég authenticated, þá skrifum við út, þú ert innskráður sem eitthvað ákveðið, annars sendum við link á innskráninguna og svo er login, það postar á login rátið með post með notandanafni, lykilorði og já. Og þá kemur síðan seinasti parturinn á þessu fyrir passport er það að við köllum í middlewareið passport.authenticate local, strategían okkar og ef það feilar þá redirectum við yfir á login. Þannig ef það feilar ekki þá höldum við áfram í keðjunni og redirectum yfir á admin. Þannig að þarna erum við komin með þessi kóði ætti ekkert að þurfa að breytast neitt sérstaklega mikið fyrir uppsetningu á svona passport authenticated appi
nema við breytum bara kannski hugsalega hvernig við erum að birta þessi hérna form og svona, en þessi skref eru alltaf þau sömu. Og það hægt að skoða nánar, það eru fleiri dæmi á þessi passport.js, en alltaf besta bara að byrja við að taka þetta dæmi og fikta því, breyta því og sjá hvernig það að virka. Logga út request-hlutin, sjá hvað að gerast, skoða documentation af passport og svona sjá hvernig þetta að virka. Svo ég á annað fall sem að passport setur á request-hlutin sem logout, sem við getum kallað í til þess að það er bara logout notandann. Þannig að núna getum við vistað þetta allt saman. Farið hérna og keyrt nodemon app.js. Ó nei, cannot find module bcrypt. Þannig að við þurfum að senda það inn. Svo ætlum við líka að setja upp pug, svona, bara því að við erum ekki að gera nógu mikið af nýjum hlutum. Og pug er mjög svipað og hérna EUS, verandi svona templating-mál, nema það notar whitespace í staðinn fyrir brackets, svona minnin og stærri. Þannig að nú ætlum við líka save pug og förum hérna, kopíum meira mann aldrei stundur lengur hvernig þetta er. Þannig að við kópera þessum línu hérna og við ætlum að setja hérna við ætlum að nota pug, þetta á að vera views, make views og nodemon app.js, path is not defined, const path, hvað er path, svona, en þá er vefþjóðurinn komin upp, innskráningin hér, ég get gert eitthvað, það virkar ekki, admin eitthvað, admin 123, þá loggast ég inn. Með rétt lykilorð, þá sé ég ekki þessa síðu hérna, ég fer á forsíðuna, hérna sé ég innskráning sem admin, útskráning, skoðanlendamál, þannig að hérna get ég núna notað þetta, nú er ég búinn að eyðileggja, þannig að nú er þetta hægt að virka. Þannig að það sem ég get gert núna er að ég get tekið þetta rát hér sem ég vil setja hingað og ég ætla module exports router express const router express router svona. Þannig að núna er ég komið með leið til þess að fá þessa síðu á þessari hérna í bara sér, þannig að ég er búinn að taka þetta út úr appinu. Við sjáum núna, appið er að sjá um auðkynninguna, appið er að sjá um hitt og þetta, en ég vil í raun færa svona aðal efnið í hérna forritinu mínu eitthvað annað. Þannig að tökum þetta líka, setjum það hérna. Svo segjum við hérna const nodes require nodes og fyrir neðan passport hérna app use nodes, þannig að þá getum við gert aftur hérna admin 123, þá erum við búin að splitta þessu þannig. Þannig að núna getum við í raun farið að gera eitthvað hér til þess að taka við einhverju. Þannig að við ætlum ekki verið að taka við einhverju leyndarmálum, við ætlum að gera einhverja skráningu á nodes. Þannig að við ætlum að segja render nodes og tómi objektinn. Það þýðir þá að við ætlum að nota pug template til þess að birta UI-ið okkar fyrir þessu. Þá ætlum við aftur fara hérna, ræna grunntemplatinu sem er gefið hér. Þannig að þá
getum við notað þetta. Þetta var hér, þetta var í hvað sem heitir layout.pug. Þetta virkar í staðinn fyrir að vera með svona header og footer eins og við erum með í AUS. Þá erum við með þetta allt í einu hérna og þá sjáum við líka að við þurfum ekki að vera að loka body. Þetta notar í raun white space hérna, segir body, og þá mun það bara vera lokað. Þetta er svolítið svipað, þetta er svona Python-legur syntax. Spurning? Það er alveg mjög valið punktur að setja hann í sérskrá, að færa login virknina úr app.js yfir í eitthvað login eða authentication.js. Það er alveg. Já, hún skiptir máli en þú gætir í raun fjarlægt til dæmis allir rátin fyrir login.dotið í sér en haft samt passportstillinguna í app. Þannig að það er svona, það fer bara eftir hvað ykkur finnst, hvort ykkur finnst þetta verið orðið svolítið stórt fyrir þetta orðið þetta er hvað svona í kringum 120 línur. Þannig að þá erum við hérna með nodes og nodes ætlar að gera extends layout. Þannig að það þýðir það að það ætlar að nota í grunninn þetta layout hérna og hérna erum við með eitthvað block content og þá getum við sagt hérna block content eitthvað form method post action add node. Við ætlum að vera með input, type, text, name, note, button, skrá, svona. Og þarna logguðust við út af því að ég resettaði. En nú erum við komið með þetta form hérna, þannig að þá sjáum við hvernig pug býr til hérna form, method post, input, button, það lokar fyrir okkur öllu aftur. Þannig að núna getum við búið til eitthvað sem tekur við þessu hérna add node. Þannig að við getum búið til nýtt router post add node og ég ætla að leyfa mér að aflétta þessu hérna. Þannig að ég geti í raun prófa þetta á þess að vera að logga mig inn alltaf. Og þá ætlum við að vera hérna með router post og hann ætlar að kalla hérna í async function add node og það sem að þetta fall alltaf að gera er að bæta þessu node við í gagnagrunnum okkar. Þannig að þá þurfum við að búið til ykkur gagnagrunn. Þá búið til nýtt hérna PSQL, það er til hérna create db nodes. Ég er búinn að búa hann til, þannig ég get gert PSQL nodes select stjarna from nodes. Þannig að þannig er ég búinn að búa til einhverja töflu og við sjáum að hún er ID og node. Þannig að við ætlum bara að nota hana áfram en hún lítur sér út og við setjum hana hérna þegar við þurfum síðan að búa hana til á eftir á Heroku. Þannig að við ætlum að búa til hérna skema. Það er hérna create table það er fljótlega að afrita. Förum hér, hér, hér. Hérna var eitthvað. Ég man þetta nefnilega aldrei. Serial primary key. Þá þurfum við hérna ID, name, serial key og node. Svona. Þarna þarf að heita eitthvað. Þarna þarf að heita eitthvað. Nodes. Og svo ætlum við að nota hérna bara insert. Þannig að við þurfum þetta. Og við þurfum sem sagt þetta hér. Þannig hérna þurfum við að búa til nýjan client. Svona, við þurfum að búa til nýjan client hérna. Hann tekur inn hennar connection string. Og við veitum því að hann sé búinn til. Svo veitum við því að það sé keyrð hérna query. Og queryinn á að vera insert into nodes values node svona values
$1 svona og svo það verður í raun bara þetta node sem við vorum með og svo ætlum við að gera await client.end og hérna ætlum við að taka sem sagt node úr rep body og við ætlum að keyra await add node hérna samt, hérna þurfum við að passa okkur hérna erum við að taka eitthvað úr requestinu og setja henni í gagnagrunnin við höfum ekki tíma til að validata það beint en við ætlum alltaf að gera hérna fjarlæga XSS hérna ná ég XSS pakkan þannig að þá komum við upp fyrir það svo erum við hérna með connection strengin og það dugur ekki að hafa hann hér af því að við þurfum að geta að lesa hann úr environmentinu þannig að við gerum process.env.database url eða ef það ekki sett í environmentinu þá notum við þetta hérna fyrir local development og það virkar alveg þannig að hér erum við búin að veita því að við ætlum að adda þessari nótu í gagnagrunnin og ef það gengur þá ætlum við bara að gera res redirect/admin þannig að nú stór spurningin hvort þetta virki það virkar ekki await is only valid in async functions þannig að okkur vantar hérna async svona, úps þá hérna foo ok, það hefur virkað foo, það skráðist í grunninn það er gott, þannig að núna þurfum við einhvern veginn að birta síðan þessar nodes hérna þannig að þá ætlum við að segja hérna const nodes ekki svona, bara const nodes og fetch nodes það er þá afskaplega svipað fallað þetta hér fetch nodes tekur ekki inn neitt hérna það keyrir select stjarna from nodes og það result hérna og svo gerum við return result.rows þannig að þá fáum við tilbaka þessar nodes sem við erum með og við ætlum að taka þær bara og senda þær hérna sem gögn inn í templateið okkar þannig að þá gerum við aftur eitthvað mistök hérna const result jafnt og await þannig að þá ekkert að gerast hérna en við erum að senda gögnin yfir í templateið þannig að þá þurfum við að fara aftur í templateið hér og þá getum við notað each node in nodes þannig að við skoðum aðeins hérna hér mjög góð documentation fyrir Pug þannig að við skoðum hérna iteration já ok, það each wall in þannig að þá getum við notað þetta hérna each node in, já, skjöður rétt þannig að þá ætlum við að gera hérna fyrir ofan UL svo ætlum við að lista út hérna li node.node þegar við fáum tilbaka röðina og röðin inniheldur dálkinn ID og node sem actual textin sem skiptir okkur máli. Þannig að núna getum við farið hér og refreshað og nodes, console log, nodes, erum við örugglega að fá þessi gögn. Promise pending, await, async, svona. Þannig að þannig skrifa ég þetta eins og ég var að hugsa, ég var að skrifa svona procedural kóða en glemdi því að ég þurfti að krydda hann með async. Þannig núna fáum við hérna node, af því að ég glemdi að segja þú ætti að birta breytu, þá segi ég jafnt og merki hérna. Og þá erum við komið hérna, yay, þetta er gaman.
En, ok, þannig að nú erum við komið með, þess að þarna, við erum búin að taka við einhverjum gögnum og við erum að senda þau áfram og þetta er svona aðeins farið að líta út eins og eitthvað svona sem gæti hugsanlega kannski verið notæft ef við myndum með svona kannski 40 klukkutíma í viðbót við að vinna þetta. Þá ætlum við að gera hérna núna ensure logged in. Þannig þá erum við að treysta á það að þessi virkni á aðeins að virka ef að ég er í raun auðkenndur notandi sem má nota þessa virkni. Og þá sjáum við hérna, þegar ég var núna að gera þetta og ég gæti alveg gleymt að setja á add node rátið ensure logged in og þá fæ ég samt upp upplifun að hei, ég er að logga mig inn og ég er að gera eitthvað svona. Ég er að gera hérna admin 1, 2, 3. Og þá gæti ég sé það að ég bý mig til einhvern annan account og ég sé að það er ekki eitthvað svona, eða ég geti verið að prófa mig áfram og ég geti fyrir að búa til svona nodes án þess að vera logged in. Þannig að þetta væri dæmi það að hérna vera með athuga ekki auðkenningu fyrir hverja aðgerð sem þarf að gera. Það er ekki nóg að bara gera það fyrir eitthvað sem er sýnilegt, það er líka fyrir allar actual aðgerðir sem er verið að gera. Ok, ef við kalla þetta bara nokkuð gott fyrir hérna svona fyrstu útgáfu af Notes appinu. Það mun græða 100 króna þegar ég setja það á markað. Þannig að núna skulum við gera það aðgengilegt, þannig að ég ætla að leyfa ykkur hérna, ég geti loggað ykkur inn og þið getið aðeins prófað þetta. Hvernig er UX í þessu? Er þetta form? Það er eitthvað að laga? Þetta login form, það er ekki bara nóg gott. Þannig að ég ætla núna að setja það á netið. Það er ég að nota? Nei, nú er ég bara að gera þetta locally. Þannig að núna ætla ég að sjá hérna, nú er ég búinn að forrita hérna fyrstu útgáfu, þannig að ég ætla að segja git add og færum hérna aðeins hérna. Og þá er ég búinn að adda núna, ég er búinn að stage öllum skránum mínum, ég ætla að committa þeim, git commit m first version og svo ætla ég að gera Heroku, ég ætla að fara hérna af því að ég man aldrei neitt, deploy, Heroku CLI, þá sjáum við hérna Heroku git remote appið hérna, núna nota ég þetta ja. Og ég var búinn að logga mig inn með notandar mínum með Heroku login og núna ef ég gerir git remote _waff þá sé ég að það er komin hérna Heroku remote. Þannig að þá get ég gert git push Heroku master Heroku svona. Þannig að núna er ég að segja Heroku að taka við appinu mínu og setja það upp. Þannig að þá sjáu þið það hérna núna, loggar það út þegar það er að búa til deployið fyrir okkur. Það er að búa til buildið hérna, þannig að við sjáum hérna build succeeded. Við byggum ekki til proc-file, þannig að þá er hérna this app may not specify any way to start a node process. En þá er Heroku svona, ok, npm start er svona, það virkar, þannig að það mun reyna að nota npm start til þess að starta appin okkar. Þannig að núna getum við athugað, tókst þetta í fyrstu? Nei, þetta tókst ekki í fyrstu, þannig að það er eitthvað error í gangi. Þannig að við þurfum að gera hérna, við getum gert Heroku logs, þá sjáum við loggana frá Heroku, þá getum við skoða hérna missing script start. Þannig að ég glemdi því. Þannig að Heroku hefur enga hugmynd hvernig það á að starta appinu okkar. Það veit ekkert, ég gerði run en ekki start hérna. Þannig að ég gerir svona, en svo get ég líka búið til proc-file sem segir web node app.js. Þannig að þá erum við að segja að við ætlum að nota web og þetta er proc-file. Og það getur jöfnlega verið betra að segja í raun web npm start. Svona. Þá vorum við búin að laga hérna npm start. Þannig að þá veit Heroku að þá nota svona web process, web dyno til þess að keyra appið okkar. Þá ætla ég núna, ég er með alias í git sem heitir git.gc sem er git commit. Þannig að ég gerir git commit add m add proc-file fix npm start gp git push Heroku master og þá núna prófa áfram. Þannig að þetta er oft svona, maður lendir svona í, þetta er svona smá svona fram og tilbaka. Við erum að hérna gleyma einhverju, prófum okkur áfram og þá sjáum við núna er þetta búið að kassa fyrir okkur
node modules af því að við höfum ekki breytt dependency-unum okkar, þá getur við bara, þá þarf ekki að vera að sækja öll, þá notar það bara kössu útgáfuna og núna launching, deployed, komum svo. Þannig núna skoðum við hérna loggana hér. Þá sjáum við fáum eins logga hérna nema kannski aðeins stælar að sjá. Hérna loggum við út þetta sem á engan veginn við þarna. En þarna erum við að gleyma, ég er að gleyma einu og það er í raun þetta að hérna, ég var ekki að binda við portið sem Heroku vill að ég bindi við. Þannig að Heroku er núna að reyna og mun reyna í 60 sekundur og mun tæma út þegar það er búið. Það mun reyna að starta appinu á, það mun bíða eftir appið. Það gæti verið 60 sekundur að starta sér upp, en það mun ekki starta sér upp út af því að við erum ekki að nota rétt port. Þannig þá fjarlægum við þetta, svona, og gerum hérna process.env.port eða port 3000. Og svo sjáum við líka hérna connect session. Nei, já, það startaði, en hérna kemur það einmitt. Web process failed to bind to port within 60 seconds of launch. Þannig það er villan sem kemur núna. Og það er hérna boot timeout. Og þá fáum við hérna fullt af einhverju krassi. En við kerðum samt appið okkar og út af því að node env á Heroku er hérna production, þá erum við að fá þessa villu, eða svona þetta warning hérna. Við erum að nota session and memory storage, sem er það sem við erum að nota default, is not designed for production environment, as it will leak memory and it will not scale past a single process. Þannig að þetta er að segja okkur hérna, þú ert að nota eitthvað sem þú ættir ekki að vera að nota, en við erum bara eitthvað fine, við erum bara að gera fyrstu útgáfu, það skiptir ekki máli. Og hérna, höldum áfram á jarðritinu okkar, fix port, og púsum aftur, third time's a charm, eða ekki. Þá rifjum við upp það að við erum búin að búa til einhvern gagnagrunn á Heroku, en við erum ekki búin að búa til töfluna. Þannig að við þurfum að gera það, annars mun þetta ekkert virka. Heroku test, það er það sem við erum hérna. Ég glemdi, já, það virkar ekki á hann. Ok, það er spennandi, virkar þetta. Yey, það virkar, innskráning. Admin 1, 2, 3. Núna erum við að selekta upp úr töflu sem er ekki til. Þannig að við vorum aðeins að fljóta okkur hérna, við vorum kannski að búa til töfluna áður. Þannig að, og nú getum við gert hérna, ef við höldum áfram að búa til spána nýja glugga. Heroku test. Nú, þegar við erum orðin svo þreytt að við verðum alltaf að kíkja á þessa logga, þá ætlum við að gera Heroku logs tail. Þannig að þá fáum við núna alla nýjustu loggana sem er að gerast. Þá sjáum við að það er hérna loggaði villunum sem við vorum með. Unhandled promise rejection, og við þurftum líka að bæta villumeðhandlunni í oppinu okkar. En það verður að segja hérna, nodes er ekki til. Þannig að við þurfum að búa til töfluna. Og þá er hægt að nota þetta hérna Heroku klið til þess að tengjast PSQL, tengjast Postgres-grunninum í gegnum PSQL eins og að við vorum að gera bara hjá okkur. Þannig að við gerum það hér. Þá fáum við upp bara Postgres concentric 42701. Þetta er bara einhver vefstjórnin eða Postgres-stjórnin sem var búin til fyrir okkur. Og hérna ætlum við að gera bara, hérna ætlum við þá að keyra í raun gögnin okkar. Og yfirleitt værum við með þetta einhvern veginn aðeins betur uppsett, en við erum eftir að sjá það fyrst. Fyrst við erum bara aðeins að læra á þetta og sjá svona hvernig þetta virkar í sinni einföldustu mynd. Þannig að þá getum við bara tekið hérna skema sem við vorum búin að taka frá, paste það hér inn, sett semikomi sem vantaði, enter. Villan er þessi, svona. Nú erum við búin að búa til töfluna, þannig að þá vonandi ef við núna refreshum hér, þá fáum við upp og erum núna að selekta tómu töfluna, ASDF, yey, yippee! Og núna erum við búin að taka þetta project okkar, skrifa lítið forrið, koma upp á Heroku á svona, já, ekki tala einhvern tíma. En svo svona aðri hluti sem við getum gert. Við getum nota PG-admin til að tengjast inn á Heroku. Það er svolítið svona erfitt, en það er hægt. En þá getum við farið hérna. Við getum fundið connection-strengin. Við getum sett hann hérna í einhvern glugga. Og sé að hann er svolítið langur. Og við sjáum hérna,
þetta er að keyra á Amazon AWS. Heroku Postgres-grunnarnir eru að keyra á Amazon. En það sem okkur skiptir máli hérna er í raun að finna þetta sem er slóðin. Það getur við gert hérna, ég var með þess að búin að gera, breytum þessu bara. Heroku. Pastum hér nýju slóð, databaseinn, hann er þessi. Usernameið, þetta. Password, hvað er ekki sett passwordið? Ok, save. Hérna þurfum við að setja passwordið fyrir notandann, UTC eitthvað. Þannig að núna náttúrulega leiðu ég upplota þessu vídeo, þá er ég búin að leka þessu passwordi. Þannig að þá verður fljótur að henda þessu. Ó nei! Já, heyrðu. Postgres typing skástur. Já. Má ekki vera port þarna. Og þá veit ég ekki hvort að ég megi ekki heldur hafa þetta. Save. Svona. Ok. Yay. Og núna tengjumst við einhvern Postgres-grunn, eða Postgres þjón, sem er með 478 öðrum Postgres, 477 öðrum Postgres-grunnum. Nú þurfum við að finna grunninn okkar hérna. Hérna er hann. Fallegasti Postgres-grunnurinn á Postgres-þjónunum. Þá getum við opnað hérna schemas og public. Stakkum þetta aðeins. Farið hérna í tables. Hér er tablan okkar. Hvar er hérna? Svona. Nei, það er mjög mikilvæg nótur í þessu. Sko. Hvernig ætlar að lofa því? Þannig að erum við ekki on to something þarna? Er þetta ekki næsta stóra appið sem við erum að fara að gera? Nei, það er einmitt það sem við getum gert núna, var að reyna að búa til, næsta skrefið er að það má fara lengra með þetta, er að búa til sign-up, þar sem við myndum í raun tengja ekki við eitt array, heldur tengja þetta við gagnagrunnstöflu og búa til notendunar með því að posta á eitthvað create user. Þá getum við farið að linka þessar notes-fæslur með foreign key yfir í users-töfluna og þá getum ég farið að selecta upp mína nótur og þína nótur. Og þá er þetta í raun, við erum að nota bara sömu hugtökin og við erum búin að vera að gera hérna. Við erum bara að skrifa þúsundir af línum með kóða í viðbót og við erum bara að setja vinnu í þetta. Af hverju varstu með Hún gerir ekki neitt nema að vera til minnis það og við vitum hvernig skemað á grunnum okkar er. Við munum síðan sjá, þetta er yfirleitt ekki gert í dag þegar við erum að gera svona. Það eru konar aðra leiðir og við munum skoða þær til þess að reyna að skilgreina skemun okkar af því að þá kemur náttúrulega spurningar en við ætlum að breyta skemunu, hvernig eigum við að managea það? Það er svolítið vesen. En takk í dag.